Eru miðarnir þá núna dýrar en hafa verið? Þeir eru miklu, miklu dýrari. Að jafnaði getum við sagt að fer aðeins eftir því hvenær er verið að leika þessa leiki, en þeir eru svona frá 2-falt dýrari til 4 sinnum dýrari en á fyrri mótum. En það er samt mjög erfitt að fá miða í ódýrustu verðflokkum. Þannig að flestir sem ætla sér að sækja þetta mót munu þurfa að kaupa dýrari svæði eða dýrari miða yfir höfuð en þeir hefðu keypt á síðustu mótum. Þannig að þetta er margfalt dýrari en áður. Viðmiðin eru önnur núna en á fyrri mótum og Björn segir verðlagninguna ekki óeðlilega með við Norður-Ameríku. Þetta er allt annað en knattspyrnu áhuga fólk alþjóðlega hefur átt að venjast. Það er ekki dýrara að sækja úrslitaleikin og HM en að sækja ofurskálar úrslitaleikin í bandaríska ruðningnum. En við þekkjum þetta bara ekki úr fótboltanum. Heimamenn eiga eftir að mæta á flesta leikina en nú reyni á hvort alþjóðlegir aðdáendur láti bjóða sér þetta verð. Nærri 80% hótelbókana í borgunum þar sem leikirnir fara fram eru undir væntingum, samkvæmt nýrri skýrslu samtaka hótel- og gistihúsaeigenda í Bandaríkjunum. Björn bendir á að heildarkostnaður sé hár, ekki aðeins miðaverðið. Flugfargjöld eru há, dýrt sé að koma sér á milli staða og gisting er dýr. Og pólitísk áhrif eru einnig mikil. Þetta mót var í rauninni keypt af FIFA og það var til þess að útreikningarnir yrðu eins glæsilegir og þeir voru lagðir fram að þá hefði allt þurft að ganga upp. Og það virðist bara ekkert allt verið að ganga upp.